Árið 1234. Sturla Sighvatsson kominn úr sinni miklu suðurferð og Sighvatur faðir hans fagnar honum mjög. Og nú hefst þessi lokakafli í ævi Sturlu sem endar í raun með falli hans á Örlygsstöðum. En það þessi valdabarátta hans á Íslandi, þar sem hann að reyna að sölsa undir sig öll völd eða undir Noregskonung, eftir því hvernig maður lítur á það. En Sturla áttar sig snemma á því að hann þarf að byrja einhvers staðar og hann byrjar á því að hjóla í frænda sinn, hinn valdamikla Snorra Sturluson í Reykholti. Og Sturla fer með hermanns suður í Reykholt og hrekur Snorra af staðnum og eiginlega leggur undir sig Borgarfjörð að mestu leyti. Snorri hann flýr á Bessastaði og einhverja fleiri jarðir sem hann átti og Sturla eiginlega orðinn þarna einráður í Borgarfirði og var eiginlega bardagalaust. Nú, órækja Snorrason, frændans, eitthvað að þvælast fyrir honum í þessum átökum. Órækja þegar hér komið sögu, hann kvæntur Arnbjörgu Arnórsdóttur sem systir Kolbeins unga. Þau barnlaus. Og það ekki orðlengja það að Sturla að hann handtekur órækju og tekur hann með sér upp í Surtshelli og þar skipar hann sínum mönnum, Þorsteini sem var með honum í liði, að gelda og blinda órækju og Þorsteinn Þorsteinn Langabein sem var kallaður, að hann ferst nú ekki mjög höndurlega þetta allt saman, þannig að honum tekst ekki að blinda órækju en sagt að hann hafi tekið annað eistað úr honum. Það aftur á mjög vafasamt vegna þess að órækja fer ríðandi eftir þessa atburði lengst suður í land og hittir Arnbjörgu konu sína og það algjörlega útilokað að maður sem búið að taka úr annað eistað, hann geti setið hest svo lengi, þannig að hér hefur eitthvað annað gerst. En órækja hann eiginlega flýr úr landi fljótlega eftir þetta og árið 1237. Nú það næsta sem gerist í þessu máli að það háður svokallar bæjarbardagi og það gerist þar að Snorri Sturluson hann reynir að ná ríki sínu aftur og hann þá í samvinnu við frænda sinn Þorleif í Görðum sem á Akranesi og þeir safna saman ágætu liði og ætla sér að fara að Snorra en ekki fer betur en svo að þeir Þorleifur og Snorri að þeir fara að deila mjög herstjórnarlist. Snorri vill fara skyndilega að Sturlu, einhvers konar skyndiárás og reyna að koma honum á óvörum en það taldi Þorleifur ekki gerlegt og dregur mjög úr Snorra að gera þetta og þetta endar með því að þeir skiljast í ákveðinni þykju og Snorri ríður á braut áður en að orustan hefst. Nú síðan liðunum stilt upp og það barist við bæ í Bæjarsveit í Borgarfirði og það ekki orðlengja það að Sturlu herinn, hann gjörsigrar þennan her Þorleifs í Görðum og Snorra Sturlusonar og þarna sýna Sturlumenn mikið miskunnarleysi. Þeir menn Snorra Sturlusonar og Þorleifs þeir reyna að flýja í kirkjuna en Sturlumenn þeir ríða á eftir þeim og drepa þá og fara mjög illa með þetta lið frænda sinna og þannig að bæjarbardagi það ekki kannski sérlega margir sem féllu þar en þarna mikið miskunnarleysi sem viðhaft sem í raun og veru svona mjög illskiljanlegt vegna þess að þetta sama þjóðin, sömu mennirnir, tala sama tungumálið og í raun og veru vaxnir úr sama jarðvegi en einhvern veginn svona ótrúlega miskunnarlausir gagnvart hver öðrum.
Þannig að þegar hér komið sögu eftir bæjarbardaga þá eiginlega Sturla Sighvatsson orðinn einn voldugasti maður landsins. Hann eiginlega með stjórnina yfir öllu Vesturlandi. Hann með stjórnir á Vestfjörðum, þó að það sé ennþá þó að Þórdís frænkan sem að hatar hann sem stjórni ennþá góðorði Þorvaldar Vatnsfirðings, að þá hefur hann mikil ítök á Vestfjörðum og þeir Hrafnssynir fylgjónum að málum og síðan það náttúrulega að Snorri Sturluson eða það hann ræður mjög miklu í Húnavatnssýslu og hann ræður mjög miklu í Eyjafjarðarsýslu þar sem að faðir hans helsti höfðinginn. Það eina sem eftir, það í raun og veru Suðurlandsfjórðungur og þar náttúrulega ríkir núna Gissur Þorvaldsson sem fram að þessu hefur setið á friðarstóli og leitt hjá sér þessi átök í landinu.